þú setur svona lag hérna inn. Þetta var ákveðið á tónlistarráðsfundi FM 957. Þar sátu Heiðar Austmann og vinir hans. Já, þeir hafa verið að geta bara eitthvað skrýtna sveppi. Þetta er sennilega versta lag sem ég hef. Ég sé fyrir mér að Heiðar Austmann sjálfur hafi komið með þetta lag bara. Strákar, svo er þetta hérna. Hlustið á þetta. Og allir byrja að hlusta. Já, hver er þetta? Herru, þetta er Sam and the Womp. Ok, ekki hérst með það, má sjá. Og lagið heitir Womp Womp Womp. Þetta er Bom Bom. Þetta er svona síra sem Egill fílar. Nei, ég get ekki haft þetta. Samþykjum þetta er samþykkt með öllum greiddum atvöðum. Skellum þessu í spilun strax. Er þetta spilun eða bilun? Klukkan orðin Bilun eða bilun. Rúmlega 4 og FM 95 blöður hafi göngu sína þennan miðvikudaginn. Og eins og þið heyrið, kæru hlustendur, og þá er, minn uppáhaldi mitt, Pétur Jón Sigfússon, mættur hérna í stúdíóið. Uppáhaldið? Og hann er í góðu skap í dag, þrátt fyrir rigningu og viðbjóð. Já, það er engin ástæða til annað vegna þess að veðrið er það eina sem að ég og þú getum ekki breytt. Nei, Ég get af hverju að vera að ángra sig á hlutum sem þú getur ekki breytt. Sammálaði, það er ekkert sem við getum gert í þessu, það er bara rignir. Þannig að við syngjum. Við verðum allavega í Fanta feeling hérna í allan dag. Og já, það er engin smá þáttur sem við ætlum að bjóða hérna upp á. Nei, ok. Við erum með Tong á sínum stað. Já. Og hann lætur tryggingafélagi Vís heyra það í dag. Já, komið tíma á hann. Já, hann lenti ykkur smá óhoppi á bíl sem hann fekk lánaðan hjá vinnin sínum. Já. Og Þetta var þvílík flækja sem að hann var með. Þetta erindi sem hann var með. ég dauðvorkendi konunni hjá Vís sem að talaði við Tong í dag. Já, hann var að reyna að fylla út tjónaskýrslu en samt ekki. Hann var ekki sáttur og Nei. vildi bara hún myndi ringja í vinn sinn. Já, Þið heyrið og hún það. myndi hjálpa honum að fylla út þessa tjónaskýrslu og eitthvað. Þetta var þvæla. Þið heyrið þetta hér á eftir. Já. Við erum með störtlega staðrindar á sínu stað, karaokeið eins og alltaf. Svo ætlum við að taka, bölvað í miðju símtali. Bölvi, já. Við byrjum á því í síðustu viku, mástu. Já, og hérna, Það er ekki bara að flókið. prófa aftur. Já, við ætlum að ringja á saumastofur í dag. Já. Og bara ringi við og svo þú ert að tala veginn og þá þarfst að byrja að bölva eða svona, kannski ekki endilega bölva, segja þegið og svona inn í og... Já, Já, bara upp úr þurru. bara upp úr þurru. Svo ætlum við að sækja vinnu líka. Já, við ætlum að sækja vinnu sem útlendingar sem er ekkert alltaf góður í Ertu ensku. komin að segja það kannski? Nei, þetta er bara, ég elska hvað þú ert á tánum, Pétur. Það er ótrúleg framför í þínum leik hérna þegar það kemur að útvarpi. Hvað mennur? Bara hvað þú byrjar að fylgjast vel með. Ég var alltaf vanur útvarpsmaður, sko. Þú Ég var að starfa í útvarpi í 4,5 ára blanda. Þú byrjar að kommenta hérna, já, svo erum við þetta og mundir það. Oftast manstu ekkert hvað er að fara að gerast hérna. Já, Það er bara allt annað að sjá ég veit ekki alveg hvort ég kann við þetta. Er þetta eitthvað kalt hann í höfðu? þig. Nei, Svo erum við áfram með haldum við. hlúðrið á sínum stað Svo er ég með rödd líka. og fleiri fasti. Já, þú ert þetta með Svakalegt. rosalega útvarpsrödd. Ég get sagt þér það ekki alveg inn. Ég hitt ótt bara kvenfólk sem að... Með svona rödd, sko, hann er hanginn svo hestur. Er það máli? Já, Hvað tengist það röddin? ég er að djóki þér maður. Þetta er bara grín í grín. Þetta er bara fíblangangur. Ekki hlusta á neitt sem að út af þessum kjafti kemur. Ég hef samt heyrti segja þetta áður, Pétur. Hvað? Að Já. dimmrata menn séu betur vaksnir niður heldur en aðrir. Manstu, til dæmis við vorum að ræða Ronaldo, að hann var eitthvað að væla. Já. Og ég elskar Ronaldo. Þetta er Manchester United legend og allt það, en ég skil bara ekki svona prímadonnu stundum. Að vera, hann er núna að tala um að sé leiður og... Er hann leiður hjá Real Madrid? Já, bara, yfir hverju ertu leiður? Þú ert sko, einn myndalegsti maður í heimi, þú ert endalaust af pening og þú spila með stærsta fótboltalið heims, hvernig getur þú verið leiður? Þetta er fólk sem fær ekki að borða, sko. Já, en sko, þegar þú hefur allt þetta sem þú varst að nefna, þá er mjög líklegt að þú verðir einmana. Já, kannski. Af því að það snúa allir við bakinu þegar þú hefur allt, trúðu mér, ég þekki það. Ég er að stríða þetta. Þannig að þú vekkir, þá fórum við að ræða, hérna, fórum ég að spyrja þig, mástu, hvað ætla þetta sé leiður bara að því hann er ekki nóg vel vaksin niður? Þú vildir meina að svo var ekki? Nei, ég held að Ronaldo sé hangi inn eins og hestur líka. Nei, svona, geti verið ánægða með sitt. Já. Una vel við. En þú vilt ekki segja sama um David Beckham? Erum við að tala um þetta? Klukkan er 7 mínútur yfir 4. Já, nei, það því að... David Beckham er skrækróma. Já. Hann talaði svona skrækróma. Já, það er það ekki rétt hjá mér. Og af hverju ósköpunum þýðir það að hann sé með lítið tippi? Segðu mér nú. Að það bara er sko þetta er samtfinningu það er samspil á milli sko barkakýlis og The Big Hammer. Já, ok, en þú ert mjög djúbrataður. Já, enda getur ímyndað ekki. Ég er bara ekki ímyndað mér neitt. Ég sé þetta veist, það er bara, þetta er svo handleikur. Ég er bara með þriðja handleikin bara á milli lærana, kall minn. Það er bara olbói og nefi og allt drastlina. Já, kall minn. En Sveppi, hann er svolítið skrækróma. Enda líka er bara sorglegt að horfa upp á hann í sundi. Ég get
Þetta lag trónir á toppi einstæðarlistanir í Breitlandi, búin að vera þar síðast einn 8 ár. Frábært lag. 8 ár? 8 ár á, bælti því, þetta eina lagi í heiminum sem hefur verið 8 ár á toppi listans. Akkurat. Sem bara rugl, þetta verður aldrei gerst á. Nei, aldrei Ég langast svo að vera svona útvarpsmaður sem er með svona tölulega Bara staðreyndir. lígur bara öll. Nei, sem er bara með svona staðreyndir, sko. Þú veist, í kjölfarið það er eitthvað lag búið að hljóma, kæmi ég svo bara, þú veist, þetta lag, frábært lag hér á ferðinni með The Jimmys and the Johnnies. Þetta lag búið að tróna á toppið í listans í 8 vikur. 8 vikur, já, það er strax. Já, en þú veist, ég kann ekki svona, skilur, ég veit ekki neitt. Ég veit ekkert hvaða lag þetta var eða hvenær það kom út eða hvað. Þetta var Alex Clare með Too Close. Já, sem er bara nóg í rauninni. Alex Clare. Slúrið í FM 95 blöð. Herru, var Johnny Depp að köpa sér nýja bíl? Ég veit ekki, hefur þú heyrt eitthvað? Er Denzel Washington að fara að leika í þessari mynd? Nei. Hvernig kemst maður aðeins öllu saman? Nákvæmlega. Slúðrið í FM 95 blöð. Það er húsfélagið Frostafold 20 sem býður þér upp á slúrið í FM 95 blöð. Komið þið sæl og velkomin í slúri hér í FM 95 blöð. Ég heiti Pétur Jóhann Sigfússon og er ekkert annað en varadekk hér í dag vegna þess að Blöndal er umsjónarmaður slúðursins, gefið honum gott klapp. Og gott hljóð. Takk fyrir það. Allir út í kant. Takk fyrir það, Pétur og hlustendur. Það er komið að slúðri hér í FM 95 blöð og ég ætla að byrja á áhugaverðu slúðri. Þetta er örugglega nokkur að núti sem hafa gaman að heyra þetta, en þetta kallast The Hottest Lesbian Crushes of the Stars. Eða svona hvaða stjörnur lesbíu svona í hverju eru það skotnar í, svona lesbíu fantasíur hjá stjörnunum. Ok, þetta er spennandi. Já, þetta byrjaði í gær, þá var ég að segja hérna frá slúðri að Cheryl Cole var að viðkynna í viðtali að svona hennar lesbian crush væri Rihanna og hana dreymdi hann daginn og þá voru þær vist eitthvað að dútla og fýblast og svo sagðist hún ekkert vilja segja neitt meira. Já, hljóma vel og já, nú er búið að taka saman svona bæði á það sem að þessar stjörnur hafa verið að segja á Twitter og í útvarpsviðtölum og öðru og ég er með svona smá lista þar sem að, já, myndalegar súperstjörnur er að tala um svona lesbian crush á öðrum frægum konum. Og viltu að heyra? Já, bara get ekki beðið. Til dæmis Katy Perry, og hún, sú söngkona, hún sagði hérna á Twitter einsunni að ef að hún væri skotin einhverjum kvenmanni, að þá væri það Cheryl Cole, sem við vorum einmitt að ræða hérna áðan. Já. Og Katy Perry, já, hún er náttúrulega einn vinsælasta söngkona heims í dag. Svo eru fleiri hérna. Kim Kardashian, raunveruleikastjarnan, hún sagði víst í árið 2010 sagði hún við Entertainment Tonight að Megan Fox is so hot, she is like my girl crush, eða hún er svona stelpu skoti mitt. Þá fannst sem sagt Kim Kardashian Megan Fox svona rosalega sætt. Megan Fox er aftur hver? Sem var hérna í í myndunum hérna Transporters. The Transporters. Já, Transformers, já, hún var í henni. Já, Transformers, já, ok. Og hennar svona celebrity crush var sem sagt, Megan Fox, eða hjá Kim Kardashian. Já. Svo er ég með fleiri hérna, Nicole Scherzinger, sem er einmitt söngkonan í Pussycat Dolls, þú þekkir hann eða ekki? Jú, hún er kærast annars, Lewis Hamilton. Vel gert, Pétur, þetta er það sem ég elska við. Nú hefur komaður í Formule 1 kallið minn og það er íþrótt sem ég fylgist með, sko. Já, hún sagði árið 2010 í viðtali við Maxim blaðið að, fallegasta kona sem hún hefur séð á ævi sinni er Halle Berry. Og hún segir hún sé bara natural gorgeous og hún elskar brosið hennar líka. Svo sagði hann, ég veit ég hljóma núna eins og gaur, þannig að ég þarf að fara að snap out of it. Þannig að Nicole Scherzinger, hennar svona lesbian crush er Halle Berry. Já, þetta eru allt saman gott og gilt. Já, þetta eru þarna, það eru nokkur pör þarna sem að maður hefði nú ekkert að móti að sjá saman og svo eru hérna nokkur svona vætras eitthvað. Nenni ekki að lesa það eins og, ég get svo sagt að hérna, ég veit ekki eins og hver þetta er, hún er leikona í Glee, hérna einhvern Naya Riviera. Naya Riviera? Já, hún leikur sem sagt Santana eitthvað í Glee eða eitthvað svona kjaftaði. Og hún sagði Coco, konan hans Ice-T. Já. Í alvörunni. Já, það er ekki máli. Nei. Hvað mennur þið? Hún er bara svo... Er sér að sinna hann? Hún er svo gammalt Bedford-stuðari bara. Þetta er svona ágrís. Þetta er svo stuðar hann á Bedford. Þetta er eitthvað, já, það er rétt hjá þér. Og bæði fram og aftur stuðari á Bedford. Já, Coco hans Ice-T er ekki að gera mikið fyrir mig.
En er ekki til svona gay, svona, hvað heitir þetta, lesbian? Já, svona lesbian crush, svona gay crush hjá mönnum. Já. Það allavega ekki komið. En hvað væri það hjá þér ef þér stilt upp fyrir vegg með þetta allt saman? Með haglabyssu í magann? Það væri ofalega Kallinn? Pétur Jón Sigfússon. Já, ég vissi það, maður. Ég vissi það. Takk fyrir, maður. Í alvöru, væri það ég, eða? Nei, þú væri ekki ofalega. Nei, ég veit ekki, Beckham, myndalögu maður. Já, þú væri til að eiga nótt með honum. Nei, það sagði ég ekki, Pétur. Nei. Þú sagði að ég væri með haglabyssu í maganum. Já, en ég minna hvernig, en þetta er gay crush. Já, það virðist einhvern veginn vera léttara fyrir stelpunar að segja þetta, sko. Já, þetta er öðruvísi. Já, og svo Við getum ekkert staðið í þessu. og svo ég endi þetta, þá sagði Cameron Diaz að hennar svona lesbian crush væri Pamela Anderson. Já. Og sagðist vera búin að vera aðdáandi hennar lengi. Pamela Anderson, Já. Er ekki svolítið, hún er ekki komin á síðasta söludag svolítið? Ég veit alveg, ég veit ekki, hugguleg kona. Ég veit það ekki. Hann stendur endur ekkert hvenar Cameron Diaz sagði þetta. Nei. En hver væri svona þinn boy crush? Hulk Hogan. Any day of the week. Hulk Hogan, út og inn. Þú þyrftir ekki einu svona að vera með haglabyssu? Nei, enga haglabyssu maður. Ég og Hulk Hogan bara, þú veist, að líka upp í rúmið með honum að vasastekana. Já, bara þó var ekki nema bara til að kúra. Svo hann væri reynda líka ofalega hjá mér vinnur okkar sem er leikið í Drive, hvað heitir hann? Við erum að gefa hann það, huggulegur maður. Já, Ryan Gosling. Gosling? Já. Ég myndi ekki vilja sjá hann. Nei, hann er ekki þín típa. Nei. Hulk Hogan maður. Já, einhverju fleiri en Hulk. Já, þetta er svona stóra menn. Já, það er einhver annar en Hulk Hogan sem að myndi svona. Já, þú veist. Hrista í fjöðriðinum. Já, ég minna þeir eru margir, sko. Svona glímugallar, sko. Hverju fleiri? Nei, það er aðalega Hulk Hogan og kannski hann hvað hann heitir nú mann ég ekki. The Rock. The Rock? Já, hann er svona glímugall. Já, hann er svona svo ungur, sko. Kannski bara, þú veist, Ómar Ragnarsson eða Björn Mortens eða eitthvað svona. Já, svona íslenskt eitthvað. Já, varst ekki með það? Jú, alveg eins. Svo ég haldi nú áfram með slúðrið að þá, get ég sagt okkur það, Katy Perry og John Mayer eru vist ekki hætt að hittast. Ég fjallaði það hérna í slúðrinu fyrir ekki svo lengur síðan að þau var hætt að hittast og hann hafði vist bara verið að nota hana og sagt henni upp með SMS-i. En þau áttu vist rómantíska stund núna í vikunni og þannig að það er ennþá í fullum gangi. Þetta eru góða fréttir. Öllum drullu sama held ég. Ekki mér. Nei, þér er ekki sama. Ég er með Raki Rógastans þegar ég heyrði þetta. Já, það verður ennþá að hittast. Já, og svo er allir endaslúri hérna á David Beckham og óperusöngunni Katherine Jenkins. En það er verið að tala um að þau eigi ástarævintýri en svo kjaftasagan segir sem sagt að þau hafi eitthvað verið að hittast en sú saga næri ekki að blómstra í slúðurheiminum þar sem að þau eru eða aldrei á sama stað og eitthvað svona kjafta. Þetta er bara allt sama bulli maður. Beckham? Já, David Beckham. Verður að orða hann við, Katherine Jenkins. Hann á konu, ekki? Jú, Victoria Beckham. Og þessi, sko, eina sem ég skil ekki, þessi Katherine Jenkins, óperusönguna. Mr. Jenkins. Já, huguleg kona. Hún skrifa á Twitter síðuna sína, ég hef lesið hræðilega kjaftasögu hérna og ég vil fá að þið vita að ég þverneita fyrir að hafa átt í ástasambandi við David Beckham. Þetta skrifaði söngkonun á Twitterinn hjá sér. Já, þar hafið það kæru hlustendur. Þannig að hún neitar þessu. Þetta var slúðri hér í FM 95 Blöð. Við erum með puttan á púlsinum og endilega sendið okkur tölvupóst á slúður@fm95blöð.is ef þið eru með glænýtt bullandi sislandi slúður. Ef þið eru með eitthvað gott slúður þá sendið það þangað. Styttist hér í Tong, hann lét þau hjá Vís heyra það. Hann var að lenda í smá árekstur í vinnur okkar. Svo ætlaði að bölva í símtölum og karaoke og fleira en fáum eitt svona huggulegt og kósi í rigningunni, það ekki? Já. Eitt svona með Adele. Vil ég stila það? Já, þetta er eitthvað kósi við þetta. Fólk að keyra í rigningunni. Rigningarinnar að spila svona eitthvað svona rólegt og indíslegt handa ykkur kæru hlustendur. Já, svona huggulegt og kósi. Við ætlum að vinda okkur í að opna síman hér. Já, það styttist í Tong vinn okkar og svo ætlað þú að fara út. Þú ætlað að fara á stjá í fyrsta sinni langan tíma. Já, meðan styrir að koma tími til að við förum út á meðal fólksins. Já, við ætlum að búa til dagskrá með hvernig stemningin. Já, einmitt, sitja hér inn í þessu stúdíu er náttúrulega bara mannskemmandi til lengdar. Já. Og hvað er betra, sérstaklega núna, þeir eru svona skíta viður. Já, rigningu viður. Kíkja eins út, maður hressist svo við það maður. Og þar ætlum við að byrja nýja dagskráliðin.
Hvernig er stemmingin? En það sem við ætlum að gera núna hins vegar að fá hlustendur til að ringja inn í 511-0957 því að við ætlum að fá að heyra hvað þið vilja að við syngjum í karaokeun eftir. Og það er eins og síðustu vikur alltaf í höndum hlustanda. Herri, ég vann Björn Braga síðasta mikudag. Já, ég er á rönni núna. Vá, ég ætla að vanda með þvílíkt. Hvaða lag tókstu? Ég tók Run DMC, Walk This Way. Wow. Walk This Way. Það hefur hendað þér vel. Já, þetta er mér ágætt. Hvað tók Björn Bragi? Hann tók eitthvað Darkness En það skiptir ekki máli. Ringið nú inn í 511-0957 og segið okkur hvað þið viljið heyra í karaokeinu eftir og við opnum fyrir síman FM9 Blöð, hvað er þú til að heyra? Thriller. Thriller með Michael Jackson? Já. Já, það er ekkert verið að ráðast á. Það er bara eitt erfiðasta lag sem hættir að syngja, held ég. Já, ég held Má ég fá óskalag? Já, hvaða lag? Gangnam Style. Gangnam Style, við setjum það kannski á eftir. Ok, nú takk að ringja. Bye. Það er komið Thriller með Michael Jackson á blað. Hvað verður þú til að heyra? I Want to Break Free með Queen. Það eru 30 mörgur á ammálið. Það hefði orðið, 66 ára í dag, held ég. Já, alveg? Á ammálið í dag? Já, þannig að það er... Og hvern myndir þú vilja heyra að syngja það? Pétur, held ég. Já, er það ekki bara? Já, þetta er svolítið þú. I Want to Break Free. Já. Það er eitthvað sem I want to break free. Já, alveg. Þetta er líka eitthvað sem þú ert búin að gera bara síðustu ár. Að break free. Break free. Já, ég held að. Takk að ringja. Takk fyrir þetta. Ok, það eru komin 2 fín lög. Við erum að velja lög í karaoke-keppnina 511-0957 og hvað væri þú til að heyra? Góðan daginn, Öddi. Já. Ég er með gott lag fyrir þig. Nó, hvað er það? Blue Moon, Manchester City-lagið. Ekki séns. Ekki séns, það eru gamli. Gamli, ég skal taka. Bara tóki, sko, Blue Moon. Syngdu Siggi, hvað lag á ég að láta hann því? Eitthvað gott með Justin Bieber. Ná, ok, það er svolítið erfitt. Já, hann har reynda 2 núna. Það er ágæðunur. Já, bye. Herðu, við erum að velja lög hérna. Eitthvað gæjarnir fyrir alltaf. Eitthvað gott með Justin Bieber. Já, hvað, bara 4 saman á rúndinu félagarnir. Herðu, hvað er Siggi, hvað er beðnum? Bara eitthvað gott með Justin Bieber, maður. Grjótarðir. Herðu, hvað væri þú til í? Herru, ég er með eitt gammalt og klassískt lag fyrir ykkur. Fíla? Það er bara eins og í öllum svona singstæðkeppnum, þá er alltaf klassískt að velja Hungry Like a Wolf. Hungry Like a Wolf, Djúran. Djúran. Það er klassískt. Og ég myndi að Öddi myndi taka það sér. Öddi, það er ekta Öddi maður. Já, svangur. Hungry Like a Wolf, það er komið á blað. Takk fyrir þetta. Takk fyrir hengja, ok. Tökum svona, 3-4 viðbót. Hvað verður þú til að heyra í karaokeinu? Og þeir eru æði. Gekkja, heyrðu. Þú ert geggjuð maður. Það með I Want to Break Free. Já, vilt þú það líka? Já, ég var að hringja og stinga upp á því lagið, þannig að mér finnst það bara tilvægilega að heyra minningu 30 í dag og taka það. Já, veistu það, nú eru 2 búin að byggja þarna. Það gæti verið að Pétur Jóhann verður bara að henda í I Want to Break Free. Þyrftum eiginlega bara að taka það báðir. Nei. Hvað segirðu? Takið það bara báðir. Já. Það er bara flott, vegna þess að þá náttúrulega höfum að velja hvori betri, sko. Já. Það er aldrei að vita. Já. Þetta er ekkert vitlaust. En takk kærlega fyrir að ringja og takk fyrir að hlusta. Já. Takk æðislega. Sömuleiðis. Gaman að heyri þér. Takk. Bæ. Við skulum taka hérna 3 viðbót. Sko, hún byrjaði símtala að segja að þið eru æðislegir. Heyrðu það? Já, mér þykir vænt að heyri svona konum. Vonandi segir sá sem er á línunum núna, kannski eitthvað svona fallegt. Já, við skulum tekka. Halló? FM9 Blöð. Já, hörru, góðan daginn. Já, blessa, góðan daginn. Ég kom eitt frábært lag fyrir utan maður. Já, hvaða lag er þetta? Celine Dion, nei, ég man ekki hvað það heitir. Þetta er það. Celine Dion, maður. Because You Loved Me. Because You Loved Me, maður. Já, það er alveg pure Öddi, sko. Það er ekta Öddi, maður. Það er pure Öddi, maður. Celine Dion, Because You Love Me. Það er komið hérna blað. Ég veist að það er aldrei vitanum ég takja það bara fyrir þig. Já, takk. Herru, og takk fyrir að ringja. Já, bæ. Við ætlum að hafa 2 lögin í viðbót. Hvað verður þú til í? Nú er það lægt í útarbinu. Halló. Má ég fá þarna óskalag? Já. Hvaða lag má bjóða þér? Michael Jackson, Smooth Criminal. Já, það er gott lag. Við tjekkum á því. Við skoðum það. Ok, bye. Smooth Criminal, Thriller er komið hana. FM9 Blöð, hvað verður þú til í? Já, sælir. Hvað sagður? Öddi, hvernig var hann Bjartland Jó?
Það var æðislegt. Þetta er besta íslenska hljómsveit allar tíma. Varst á Jet Black Joe tónleikum? Já. Hvenær? Geðvikir, síðasta fyrsta. Vá, hvar voru þeir? Gamla bíó. Það var geggjað. Það var geggjað. Já. Þú fórst í Lénusson? Nei. Við skiptum með sæti. Já. Við vorum alltaf að standa upp. Það var eitthvað lið þarna sem var búið að fá sér nokkra öllara þarna við hliðina á okkur og var að gera okkur geða eitthvað. Já, böggandi. Þannig við færðum okkur aðeins. Já, þú varst máli korter að fá þér miða. Hvað segirðu? Þú varst ótrúlega lengir upp í byrjun. Já, það verður að prenta miðan en við getum rætt til að Jet Black Joe getum bara setna félag þetta. Hvað var til að heyra í karaokeinu? Já, ég er komið með lag frá einni bestu norðdeiminum, Red Hot Chili Peppers. Ok, hvað lag? Snjó með Red Hot Chili Peppers. Ok, fín. Já. Það ekki. Það hefur aldrei verið tekið Chili Peppers einna, þannig að það getur verið skemmtilegt. Við erum stöðlega það. Það er komið á blað. Ok. Takk fyrir að hringja. Takk fyrir þetta. Bye. Þá er það síðasti hlustandi sem fara að velja lag. Hvað verður þú til að heyra hér í FM 95 Blöð Karaoke? Mér langar að heyra Pétur, hann að syngja Gangnam Style lagið. Hvað segirðu? Gangnam Style. Ég held að það sé ekki til í karaoke, það er svo nýtt. Hvaða lag er það? Gangnam Style, eitthvað. Gangnam Style, þetta er... Gangnam Style, Reynda krakkin sem er að dansa í þessu vídeo er eitt af besta sem ég séð á ævi minni. Bara ef ég er þinglindur þá horfum ég á krakkan dansa í byrjun. Ég held að Pétur getur tekið hann dans, sko. Já, Pétur reyndar, hann dansa svona. Það er alltaf eins og að sé á hestbaki. Ef við finnum þetta lag, þá tekið það. Já. Og ég gef það. Ok, bye. Takk, bye. Þá eru komin hellingur á lögum, svona I Want to Break Free. Þá eru nokkur sem báðum það, eða tveir sem báðum það, Celine Dion, Red Hot Chili Peppers, Michael Jackson, Justin Bieber. Við hljóttum að finna eitthvað gott úr þessu. Við ætlum að fara í örstuð skilaboð. Svo ætlum við að hringja og bölva í símann svona á milli þess að við tölum við fólk á saumastofu. Ekki missa því. Samfylg og Sintamann í kynna. Við erum menn hérna upp. Þú verður að stoppa björgunarsveitina. Ég voru bara að láta það liggja þarna frá að deyja. Frumsýnd eftir 2 daga. Kæru Íslendingar, munið að hafa gaman og lifa lífinu. Hamborgarafabrikan. Tekst Leo að bjarga hjónabandinu þótt Paige mun ekki hver hann er. The Wow í sjónvarpi Símans. 50% afsláttur af öllu leigðu efni í dag á mögnuðum miðvikudegi. Þú ert að hlusta á FM 95 Blöð. Á FM 957. Við erum tveir harðir, hvað þá? Við erum ekki tveir harðir, Pétur. Og hann Guðma á þetta, ég er búinn að glemma hvað hann heitir. Já, það eru tveir harðir en það er á föstudum. Já, þið eru ekkert harðir. Hins vegar er miðvikudag núna. Þú veit vælandi ef að kemur þorskur nálægt þér, skilur? Það kemur þorskur nálægt? Já, ég sá einhvern tímann daginn, það var eitthvað endursýnt eitthvað. Já. Þá fórstu með sveppa á einhvern bát. Já, ég fór í sleik við þorsk, ég var ekkert hættu, hann er þetta brókislegt. Já, einmitt, og það er ekki harður maður, hafður sig ekki svona. Ég vilja sjá því hopp út úr flugvél hann, litla kjötbólaðin. Nei, já, það er enda rétt. Þannig að ég tekið allt aftur, þeir eru með stilt á FM 95 Blöð, Peter Johan og Eddi Blöð. Já. Og við erum í fantastuði hér, það er miðvikudagur og rigningin svoleiðis buslast yfir alla. Já, en það samt hefur engin áhrif á okkar skap. Ekki nokkur einustu kallinn. Nei, og það sem við ætlum að gera núna er við ætlum að reyna að skemmta sjálfum okkur og hlustendum með dagskrálið sem heitir Bölvað í símtali. Bölvað í símtali. Já. Þá ringjum við og við ringdum síðast á gistiheimili og svo þarftu að vera svona að tala við komandi. Við ætlum reyndar að ringja saumastofur núna. Já. Og já, svo inn á milli þarftu að negla inn nokkur svona bölvum, eða ekki? Jú, eða bara fúkirðum. Já, fúkirðum. Bara upp úr þurru. Upp úr þurru. Ég skal byrja þetta. Þú byrjar? Já, ég ætla að ringja hérna á kjólaleigan Textiline. Já, Textiline. Það er ógeðslega að finna að vera að svara maður. Textiline. Textiline, góðan dag. Já, góðan daginn. Daginn. Herðu, ég fór hérna með kjólum daginn fyrir konuna mína. Já. Og ég ætlaði svona aðtöga hvernig staðan væri á því öllu saman. Já, býttu, hvenær átt hann að vera tilbúin? Hann átt að vera tilbúin held í 4. september held ég. 4. september? Já, er ekki 50. Er ekki 50 núna? Jú, býttu, Já. hvað er nafni? Herðu, og ég veit ekki hvort hún har sett á mitt nafn, ég heiti Pétur. En hún heitir Sigrún. Ha? Ég veit ekki hvort hún har sett á mitt nafn, ég heiti Pétur, en hún... Og hún heitir Sigrún, kona mín. Sigrún? Já. Sigrún,
Ekkert á þín nafni. Er það 698? Er ekkert þar, eða? Hæ? Erum við á réttum stað? Vittu nú við, ertu með afgreiðslunótuna með þér? Nei, ég held að Sigrún sé með... Ég held að hún sé með það. Er þetta ekki saumasprettan? Nei, ertu að fengja vitlaust? Nó, Já, þetta er textilæn. Já, ok, textilæn. Þá er ég að hringja vitlaust fyrir keðu. Já. Ok, takk aðeinslega. Bye. Hún var svo góð. Ég veit að það er Hún var ógeðslega góð. En það er líka óþægilegt að hafa þig að hlæja þetta hliðir að sig. Já, þá veistu hvernig mér líður það. Þú ert alltaf flissandi eitthvað annað á kantinum. Við þurfum bara að horfast í augu við það, kallinn mín, að við erum með hvern annan hérna inn í sama rýminu. En þá vitum við það, það er stelpunar hjá Textilæn, þær eru hrikalega kurteisar. Hérna, semastofan Textilæn. Ég gæti dunda mér í allan dag að fæla í þessu Textilæn. Ok, hérna er Keanu, þetta er í Hveragerði. Þetta er eitthvað gott. Já, FM næst ekki í Hveragerði. Nei. Eða hvað? Jó. Nei, mjög óskipt. Hlýtur að vera mjög óskipt. Já. Keanu, góðan dag. Já, góðan daginn. Daginn. Kannu þetta með buxur sem voru í vikið hjá okkur? Já, hún er alveg ábyggilega ekki okkur. Ég kom með þér hann fyrir helgina, sko. Hvað fórstu með það? Til ykkar hann. Er það ekki að steyta buxur og svona? Nei. Nú, hvað er þetta? Þetta er Keanu, Hveragerði. Hvað er það? Við erum framlega loka að heita potta. Nú, blessaðu þýðu, menn. Halló? Já. Já, þýðu? Það er ekki það. Bölva, helvítisugl. Herðu, nei, ég er að fýblast þér. Já, ég heyri það alveg. Já, ok, bye. Bye. Pottastill, góðan dag, Stella. Já, góðan daginn. Góðan dag. Það að kanna þarna með buxur og jakka sem ég kom með í svona styttingu hjá þér. Og hvaða nafn er á því? Fyrirgeðu, það er að vera batterískur síminn, menn. Hvað segirðu? Hvaða nafn er á því? Hvaða nafn er á, já, það var Gunnþór. Gunnþór, já. Heyrðu? Hvernig jakki var þetta? Þetta voru jakkafata, jakki og buxur. Þegið! Buxur, sko svona jakkafata buxur og jakkafata jakki. Ok. Þú veist þessum að þú hefur komið til mín. Steintíð! Já, ég kom með þarna til þín fyrir helgina. Ok. Ég hef ekkert komist til ykkar. Nei, akkurat. Ég er að reyna að finna þetta hérna hjá mér. Ég finn þetta ekki. Steintíð! Gunnþór. Steintíð! Heyrðu, má ég hringja að ég finn þetta? Já. Hæ? Ég skal bara þetta ætti að vera hérna hjá mér. En ég bara sé þetta ekki alveg í augnablikinu. Ég skal hringja í það eftir. Hún er bara að vera batteríslega síminn hjá mér. Já, það var í flott. Allt í lagi. Steintíð, helvíti. Ansk! Bless. Takk fyrir. Hvað er að þér, maður? Gerði þetta vitlaust nú? Nei, þetta er æðislegt. Þetta var æðislegt. Þetta er æðislegt. Þú vinnur mikið með steinvegið. Steinvegið? Ég segi bara ekkert mikið, sko. Það er svona einhöfur orðaforði hjá mínum kalli. Allavega hafði ég gaman að þessu, vonandi að þið jafn gaman að þessu. Kæru hlustendur, þetta var Bölvað í símtali. Bölvað í símtali. Já, steinvegið. Steinvegið. If I was your boyfriend, I'd never let you go. I could take you places you ain't never been before. Baby, take a chance so you'll never ever know. I got money and could be a Buzz Lightyear, fly across the globe. I don't ever wanna fight, yeah, you already know. I'ma make you shine bright. Já, styttist hér í tongvinn okkar, karaoke-keppnina og nýja dagsjóðlegin. Hvernig er stemmingin? Hvernig er stemmingin, já. Það er verið að taka púlsinn á fólkinu í landinu. Já, en nú er hins vegar komið að dagsjóðlegin sem heitir Sturlaðar staðreyndir. Það verður svo gaman, maður. Já, ég er með ágætar handaðir í dag. Já. Þú er tilbúinn? Ég er tilbúinn. Það getur neina að byrja, við ætlum að fara í Sturlaðar staðreyndir. Fyrsta Sturlaðar staðreind dagsins er: það er hægt að vera háður tölvuleikjum eins og áfengi og eiturlyfjum. Já, þetta finnst mér, þetta er ekki eins og sturlu staðreind. Þetta er bara staðreind. Já, maður er alveg orðið vitni að því. Já. Þetta er bara staðreind. Fólk er bara fíklar í tölvunar. Já, maður er, sko, ég sé vini mína bara, sko, missa kærustur út af þessu. Já, út af World of Warcraft. Já, er einhverjum byssuleikjum eða eitthvað svona kjaftaði. Já. Alveg ótrúlegt að geta að lifa. Það er til fólk sem nennir ekki að skýta og míga því að það er svo fast í World of Warcraft. En það er ekki vinir mínir. Ég skal gefa þeim það. Þeir losa þvag og skít svona á milli þess að þeir keppa við einhverja álfa. Já.
spáði því að vera bara háðu því að vera að sækjast eftir einhverju gulli, einhverjum ímyndaskógi sem álfur. Já. Þetta skrítið. Já, og fólk verður hátt þessu. Já, en svo getur þú orðið háður bara Facebook líka. Já, það rétt þér. Þú það? Nei, ég myndi ekki segja að vera háður Facebook. Þú ert háður Twitter. Það strasli maður. Alltaf bett í sundurinn það, menn. Ég strasli þetta. Næsta styrla staðreind. Ansakið, sorry. Karlkyns svín æsa kvenkins svín kynferðislega með því anda þéttingsfast í andlitið á þeim. Styrla staðreind. Þetta eitthvað svona... Þetta sexy. Já, þetta ekki sexy þegar við mannfólki gerum þetta. Nei. Ég held að myndir ekki heilla neina stúlku á djamunum með að fara svona upp að henn og... Það aldrei að vita samt. Það kannski að prófa þetta. Tekka á þessu. Alveg komið tíma að prófa eitthvað nýtt. Þetta er sturlu staðreind. Sturlu staðreind. Svo næsta. Góð þessi. Hlátur, grátur og geisp er öll jafn smitandi. Sturlu staðreind. Hlátur, grátur og geisp. Það er allt jafn smitandi. Hvað ætla ég að geispa? Já. Þá þarf ég að geispa. Já. Og áðan þú hlóst, þá hló ég. Nei, það þarf að vera frá hjartanu. Já, þetta þarf að vera frá hjartanu. En hvað finnst þið fyndið? Hvað er það fyndið? Ef við gerum þennan? Það er svo aðeinslega þegar það komið að næsta. Nei, við þessum að það. Meðal maður á Twitter eyður 3,5 tíma á dag á síðunni. Svo er ég að gráta nú. Nei, ok, næsta. Já, en þeir sem eru háðir Twitter eyða alltaf 10 tímum á dag. Já. Það er ekkert annað. Þú ert nú langt fyrir neðan það. Já, ég held ég náðu ekki eins og 3,5 tíma sem er meðalmaður. Já, þú ert bara í svona einum. Minnst það rosalega mikið, 3,5 tíma á dag. Já. Það reynda, maður er alltaf með þetta opið eins og núna, ég er inn í tölvunni og ég er með þetta opið hliðin á mér, þannig að kannski Twitter, þannig að það flokkast kannski sem 2 tímar. Þó ég sé ekki bara inn á því, skilur við. Nei, nákvæmlega. Það getur verið eitthvað þannig. Svo er það næsta, fólk sem reykir fær 10 sunni fleiri hrukkur en þeir sem reykja ekki. Sturlu staðreind. Já. Og ef þetta hvetur fólk ekki til þess að hætta að reykja, þá veit ég ekki hvað maður. Já, samt, hrukkur eru alltaf töff. Já, en þú veist, þú vilt ekki vera með allt og mikið þeim. Nei, en ég meina, þetta er alltaf bara spurning hvað maður vilja sér í lífun. Jú, það er rétt hjá þér. Þetta var samt góð, sko. Já, þetta var djúpt hjá þér líka. Já. Samkynniðir karlmenn eru mun líklegri til þess að koma aldrei úr skápnum heldur en samkynniðar konur. Sturlu staðreind. Ok. Svo næsta 11% af heimilislausu fólki í Grikklandi er með stúdentspróf. Sturlu staðreind. Og þetta fannst mér áhugaverð. Sturlu staðreind. 11% þeirra sem eru heimilislausir? Já. Eru með stúdentspróf? Já. Í Grikklandi. Svolítið há tala. Ert þú með stúdentspróf? Nei. Nei, þá eru við 2. Já, og já. Við erum ekki heimilislausir sem betur fer. Hvar var þetta, segir við? Í Grikklandi? Já. Já, þetta er svolítið skrítið. Já, svo er það næsta. Top Gear er vinsælesti sjónvarpsþáttur heims með 350 miljón áhorfendur í 170 löndum. Já, þessu starri skal ég trúa. Já, þú vorst mikið aðdáandi Top Gear. Þetta frábæri þættir. Top Gear er enda mjög skemmtilega þættir. Já. Ég fíla þá. Já. Mér finnst þið báðir skemmtilegir einhvern veginn og bara netti góður. Báðir eru 3. Já, ok. Já. Þeir eru allir 3. Þeir eru hvað? Þú voru greinlega ekki torpa á þetta. Jó, ég er að tala um hana Clark, heitir hann ekki Jeremy Clark? Jeremy Clarkson. Já, og svo sá sem að lenta þetta í bílsleysunni. Já. Ungi. Já. Og hver er 3? James May. Já, ok. Hann er með svona sítt hár. Jú, ég veit hvað það er. Jú, ég hef orðið á nokkra þætti. Og hinn heitir Richard, þessi sem að lendi í sleysu. Já, þetta eru mjög góð þættir. Já, frábæri. Svo er það síðasta sturlaða staðurinn dagsins. Tarzan því hvítt skinn. Á latínu. Já, það er einhverju kæftæði. Ég veit ekki að stendur ekki hann. Þetta voru sturlaða staðurinn dagsins. Það var bara í ruglinu þessa staðurinn. Næ, það hafa oft verið betri. Ég sá það á þér. Tarzan, white skin. Ég sá það á þér. Þið var skemmtilegt með svínin. Og Top Gear. Og Top Gear og tölvuleikina. Og hlátur, grátur og gesp. Jú, það voru fínustu staðarindir. Já, það var ekki það þessu blöð. Það er ég að væla. Skulum fá hér núna næst uppáhaldslagið mitt þessa stundina. Og það er nýbyrjað að spila hérna á stöðinni. Það er ekki þessu lagi. Það heitir Madness og er með Muse. Svo er það karaoke-keppnin Air og Tong. Það vinnur okkar næstur. Og nýju dagskrárliðin, hvað heitir hann? Hvernig er stemmingin? Já, við erum að fara í hann. En hlusta á þetta lag. Þetta verður betra í hvert sinns þið heyrða það.
Segir Pétur Jóhann Sigfússon. Já, það ég segja og skrifa það hér. Já, og talandi vinn minn og þá komið að, mínum besta vinn. Já, Tung. Tung og, Tung í dag í smá vesenu með tryggingar, eða ekki? Jú, hann lendi í smá nutti svona á bílnum sinum. Já. Hann nuttaðist utan í annan og á bíl... Ekki honum að kenna? Nei, á bílastæði. Hann er svolítið pirraður út í hinn. Já. Og hann kann ekki að fylla út þarna tjónaskýsluna. Við skulum bara heyra en setna ef við ekki bara... Hann er í vandræðum með það, sko. Prófa bara að sjófa á fyrst. Prófum sjófa á fyrst og sjáum hvert að leiður okkur. Það er bara tali að sjófa. Já, bara eitthvað annað. Bara vís. Já, reynum við bara eitthvað annað, maður. Þjónuþjónusta vís, Katrín. Yes, you speak English? Yes. Okay, I have a trouble. Yeah. It's about because of the insurance form. The paper. When I crash a car, you need some kind of form or some paper to fill out. It was inside the car, not my car. How do you fill it out? I don't understand what to put inside. You're not sure how to fill this form out? The paper? Yes. You have the form, or do you have the paper, or? No, that's not my car. No, it was my friend have a car. I was driving car, and I drive on other car when in downtown. And you didn't have this paper to fill out, or? No, my friend, they have a paper. Okay, so you fill out the paper. What? You fill out the paper. He wants to fill out paper. Yeah, my friend. Yeah, your friend. Has he filled? We don't. He's not here. He called me because I was driving car. He was calling me now. You were driving a car and you had the accident, or? Yes. Okay, so you have to fill out this paper. No, it's not my car. No, but you were driving, so you are the driver. Both the owner of the car and the driver have to fill out this paper. So when you are driving... He let me drive car. He let me. Okay. So I tell him, when he was calling me, I tell him that he must do it. This is not my trouble. You were driving the car. You had the accident. It is his car. Yes, but you are insurance company. Yeah, so Sorry? He must talk to you. Insurance company. Hello? Yeah, hello. Am I right? If you had the accident, Can I speak to supervisor? Sorry? Can I speak to supervisor? I am a supervisor. You are supervisor. You are owner of company. No, I'm not the owner of the company. Let me speak to owner of a company. I can't do that. Why not? Because there's not one owner of the company. There's a board. I come here as a visitor to the country to see and visit your country. He let me drive car and now I had to pay. Who said you have to pay? He told me. I have to pay car. And why did he tell you that? I don't know. He called me. He was telling me I have to pay. He wants me to pay him money. I can't say anything about that. You must help me. Sorry, I can't. That's between you and your friend. No, this is bullshit. He told me he's coming here to get my money. He was angry about everything. I can't do this. Sorry, I can't help you about this. You can't help me. You are insurance company. Yes, we are. People paying for insurance. What do you do? And then I can't speak to an owner of a company. Do you have? What kind of company is this? You are laughing at me. No, I'm not laughing at you. The number of the car. Do you have the license plate of the car? No, I don't have a number of a car. You don't have a number? I have a phone number for my friend. Yes, but you were driving the car, right? Yes. And you had the accident, so yes. I'm going to check if this car is insured with Reese or not. Yes, it's insured. When you're in your company. Okay. And the number and the license plate number is? I don't know. You don't know? No, you must call my friend. No. Okay, let me speak to the owner of a company, of your company now. I can't do that. Sorry, I can't transfer you to you. So you can't basically do nothing for me? What kind of bit are you running over there? You can't do nothing for me. You cannot call my friend. You cannot let me speak to supervisor. Nothing. No, sorry. Okay, I will call you back. Okay, do that. Thank you.
Þetta var orðið svona óþægilegt. Hún var svo góð. Þetta var Middeltang. Tjekka með, djöfull var þetta flókið mál sem var með. Þetta var svo flókið að ég var hættur að skilja það sjálf. Þetta er vorkið helið maður. Hann var að keyra fyrir vinsinn maður og vinnur hans búinn að ringja maður. Þú borgar þetta og hann var bara að biðja hann, þú varst bara að biðja hann að ringi vinninn. Já, hún vildi ekki. Nei, ég er ekki þessa. En hún var kurteis og almennileg, eins og flestir sem ringir mig. Betur. Það var tongdagsins. Samfilm og Sintamann í kynna. Ég er menja duffa. Þú verður að stoppa björgunarsveitina. Ég voru bara að láta það liggja þarna upp frá að deyja. Frumsýnt eftir 2 daga. FM 95 blöð. Á FM 95. Með lagið Princess of China. Hún með tróð óvænt upp með henn í París nú á dögunum á tónleikum. Og hér á undan var vinnur okkar Tong að hringja í Vís, en það er eins og var komið núna að splunkunni dagskrárlið sem heitir Hvernig er stemmingin? Og ja, umsjónamaður þeirra dagskrárliðar er hérna á línunni og hann heitir Pétur Jón Sigfússon. Ertu þarna? Já, þetta betur, heyrðu í mér. Ég heyri þér. Þú ert komin á stjá. Herru, ég er komin út í samfélagið. Út í samfélagið? Það var komin tíma á nýjan dagskrárlið sem gerist út í samfélaginu hjá okkur. Já. Við erum búin að hanga svolítið mikið í stúdíónu. Já, þetta er rétt að fara út í samfélagið. Þetta var svona hvernig stemmingin er og ég er komin hérna í skipholtið. Þú ert komin í skipholtið, ok. Skemmstræði að segja, hérna er hörku stemming. Það er stemming í skipholtinu núna? Já. Hérna eru náttúrulega fullt af verslunum og fyrirtækjum. Já. Ég er komin hérna bara, ég ætla að byrja að fara hérna bara inn í Lumex. Lumex er svona fyrirtæki sem að selja ljós og perur og svona í þekk. Já. Það var hvernig stemmingin er hérna, bara að rífa upp fyrir. Já, gengur það svolítið bara út á það? Þú ferði í fyrirtæki og ert að spyrja hvernig stemmingin er? Já. Já, ok. Nei. Hvernig er stemmingin? Hún er góð? Ég kom að heita einn. Hann var í stemmingu. Já, æðislegt. Og daginn. Svo ég hitt í hana hérna. Hvernig er stemmingin? Já, ertu startaðar hérna? Já. Stemmingin góð? Í mannskapnum og... Já, veturinn á leiðinni, það er ekkert að slíða ykkur. Slíða ykkur? Já, það er ekkert að fara með svona góðaskapi. Nei, við erum hérna í beinni útsendingu hérna í FM 95 blöð, sko. Já. Við veitum bara aðtóka hvernig stemningin væri hérna í skipholtinu. Já. Þannig að hún er góð. Já, Pétur. Já. Ég veit ekki meina dagskrálið. Hvað meinar þú? Ég ætla svo að fara í annað fyrirtæki, aðtóka hvernig stemmingin er það. Já, og það er einhvern sem gerir í hvernig stemmingin er það? Jú, hvað gert það í? Takk fyrir. Heyrðu, hvað gert það í þessum dagskrálið, annað en bara að kanna að stemming? Ég veit það ekki. Hvað vildur þú fá? Ég hef bara leiðið mér að fóra að vona að þetta er eitthvað skemmtilegt. Takk fyrir. Það er allir brósandi hér og stemmar. Þannig að það er gríðarleg stemming í skipholtinu þó að sé skýta veður. Já, þó að sé eitthvað svona rigning og bóstning, sko. En hvernig fannst þér í umferðinni sjálfur? Fannst þér fyrir stemmingu þar? Heyrðu, það er svakaleg stemming. Hvernig er stemmingin hjá þér? Er það ekki? Þú ert að ræða hér í rigningu. Þú ert að fara á eitthvað stað. Já, næstu. En þú ert í góður í stemmingu. Já. Gott mál, gaman að þessu. Herðu, Pétur. Þetta var kona bara í svaka stemmingu. Nú ætlaði að fara hérna á gummihunustofuna. Pétur. Alltaf með drengin á gummihunustofunni. Drengir! Hvernig er stemmingin hérna? Hvernig er stemmingin? Er það ekki? Er það ekki góð? Það er gríðarleg stemming hérna maður. Ert þú að láta skiptum? Ertu í stemmingu? Já, þú ert ekki bara að láta rigninguna hafa áhrif á þig. Þú ert í stemmara. Já, herðu Pétur, ég er komið nýja hugmynd. En finnst það er einn kona hérna í viðbúr. Hvernig er stemmingin á þér? Hvað segirðu? Heyrðu þetta uppi? Já, það er rosa góð stemming í öllum, þetta er frábært. Það stemmar í maður Pétur. Heyrðu, ég ætla að kíkja hérna lengra. Nei, við erum góðið, Pétur. Þetta er alveg ótið feskir í... Það er fólk hérna út í bíl, ég ætla að spyrja á hvernig er stemmingin það. Hvernig er stemmarinn? Það er ótaf fínt. Það er ekki allir í stemmara? Jú. Þetta líst mér vel á maður. Það er allir í stemmingu þetta. Heyrðu, uppi. Já. Ég er í skipholtinu. Já. Og ef að fólk er eitthvað svona, veitu hvað á ég að gera maður og hefur ekkert að gera. Já. Kíkir bara inn í skipholtinu, það er svaka stemmingin. Já, það er þvílík stemming í skipholtinu, ég heyri það. Ég ætla að fara einn í viðbútt hérna. Takk, hvað, Pétur? Einn í viðbútt, Reykjafelli, ég vissum að það er eitthvað svaka. Það er eitthvað í gangi hérna maður, ég sé það bara. Þau segja bara sama, það er allir í stemmingu. Vítu,
Já, og hvað? Ég meina, hvernig viltu þú hafa þetta? Ég með hennar dagskrálið, eða ekki? Jú. Ég stjórna þessu. Ok. Já, slakaði bara á. Ég er pallslag. Ég loka hérna inn á þess. Hvað segja hvað þið segja? Nei, þú loka! Herru, Pétur. Ég er dömmari! Þið eru klikkaði, maður. Þið dætt! Ég er komin inn í einhvern stigagang. Það er allt lokað, maður. Jæja. Herru, ég meina hugmynd núna, Pétur. Af því að við vorum í hvernig stemmingin sem er dagskrálinu þinn. Já. Þá ætla ég að gappa því eitt fyrir mig. Gappa mig í eitt fyrir þig, já. Ég er hvað með þér. Já, þú ert á skipholtinu. Já. Farðu hérna, ég set eitt lag á milli. Já. Keyrðu á bensínstöðina þar sem þið tóku upp næturvaktina. Já. Ekki fara úr bílniðinum fyrir ég hringi í þig. Þeim að taka þig netta stjórnu þar. Nei. Jó, Ólafur Ragnar er að koma heim. Nei, ég nenni ekki svona. Jó, þá er þið. Það er bara svona, hvað er þið? Já, selja fínt. Nei, ég veit Þetta er búið rosa gaman í hvernig er stemmingin. Já, nú er hvernig stemmingin búin. Nú förum við aðeins, keyrðu þið á bensinstöðuna sem þið tóku upp næturvaktina. Ég ringi þeim að sjá hvað er þetta lag langt. Ég ringi eftir 3 mínútur. Vertu þá í bílniðinu þar fyrir utan. Það er gott leiðilega. Þetta var hressandi, ég lofa. Það var engin kvikindskapur. Ok. Ég ætla að hringja aftur í Pétur eftir smá stund. Þannig að ég ætla að senda hann á bensinstöðuna þess að tók upp næturvaktina og svona fá Ólaf Ragnar aftur þangað inn. This is love, hér í FM 95 Blö. Miðvikudagur, blautur miðvikudagur og fyrir áhugasama þá sé ég að nágrannar eru að byrja núna á Stöð 2. Maður ekki að drifa sig að horfa á það ef það er einhver sem horfur ennþá á það. Nei, ég tótfis vinnu minn ennþá þarna. Jésús, hann ætlar ekkert að fara að hætta þessu. En við erum, vonandi hér með Pétur Jón Sigfússon á línunni. Við ætlaði að taka á netta stjórnun. Pétur, ertu þarna? Já, ég er hérna. Þarna ertu, ok. Hvað, ertu ekki í stemmingu saðan? Ertu ekki í sömu stemmingu þú varst í hvernig stemmingin, eða? Jú. Hérna, ertu komin fyrir utan bensinstöðuna sem tóku upp næturvaktina? Já. Ok, sko, málið er... Ógæðslegt auðvitað, ekki vera svona 5 ára. Herðu, því verð sem þér líður, því skemmtilegra verður þetta. Sko, það... Allarlega, hvað ég að fara inn og hvað ég ekki að? Já, sko, ekki láta þá sjá og sér til beinni útsendingu neins þar. Ég veit náttúrulega bara að þú felur aðeins í mann og ert með hann. Já. Ég ætla frekar að láta eins og sért að bara komin aðeins til að vestla þér. Og sért að fýblast aðeins í þeim að því að næturvaktin var að tekið hann upp og veist, þeir vita að potið allir starfsmenninir hann, sko. Þannig að byrjaði bara núna að lappaði inn á bensinstöðuna sem þeir tóku upp næturvaktina. Það er bara að lappa þar inn? Já. Ertu að lappa inn hurðina núna? Já. Það er eitt sem veit þetta strax, veit ég. Já, mér er alveg saman. Farðu bara inn á bensinstöðuna. Já. Það var sér ykkur í bíl alltaf fyrir utan. Þegar þú kemur inn á bensinstöðuna, segðu þá, taktu það bara strax svona í anda hérna eins og Ólafur sagði það. Já, sæll, já, fínt, það er ekki búið að breyta miklu hérna. Já, sæll, já, fínt, það er ekki búið að breyta miklu hérna. Hvað, eru menn ekki að fá það heima á sér, eða? Það eru menn ekki að fá það heima á sér, eða? Ekki gera þetta. Það er maður sem bara hreklaðist út. Já. Og þetta er ógeðslegt atriði. Ég get þetta í. Segðu, hérna tóku upp næturvaktina við strákanir. Já, það er ekki mjög. Já, segðu það bara við starfsfólki. Hérna tóku upp næturvaktina strákanir. Hérna var maður að vesinast. Er læðan ennþá hann inni það? Hérna var maður að vesinast. Er læðan ennþá inni það? Hvað, er bara allir og skreitt og enginn heima? Nei, ég segi svona. Það er allir og skreitt og enginn heima? Nei, ég segi svona. Þetta er líklega óþægilegt. Hvað er að mér auð? Segðu, hvað er Georg Bjarnfreðarsson, vinnu minn? Er hann ennþá á vakt? Hvað er Georg Bjarnfreðarsson, vinnu minn? Er hann ennþá á vakt hérna? Hvað skítið ekki ykkur á stressi? Þetta er bara Ólafur Ragnar hérna. Hvað skítið ekki ykkur á stressi? Þetta er bara Ólafur Ragnar hérna.
Ég veit endalegt típlast það alveg svíkar þetta. Þetta komið það? Er eitthvað starfsfólk? Nei, er einhver að inni? Viðskiptanir? Hún var hérna, já. Já. Fullt af fólki hérna. Ok. Leiktur að það rekast í einn og segir, verður ekki að þvælast fyrir kettlinu? Hvað, ertu ekki að fá það heima þeirra? Nei. Jú. Þetta ekki. Nei. Jú, Pétur. Já, býta eins maður. Hvað átti ég að gera, segir þið? Rekast í einhvern viðskiptavinn? Já. Og segir, hvað, verður ekki að þvælast fyrir kettlinu? Hvað, ertu ekki að fá það heima þeirra? Það er sannvitið fyrir það. Það verður ekki að fæla fyrir kettlinu, það verður ekki að fá það heima Þetta er afnaregt, ég geti fyrir Okkur það reyndi strax, horfðu láðið? Já, hann fór að flæða, það vítið allir maður, þetta er bara bjánalegt Þetta er, það er eitt hérna, ég vil eru glæðir Byrja að syngja núna, ég sælja fínt Nei, Þetta er lokið, þá skal ég sleppa þér Já, býttu Hvernig, já Mannskætti dansinn, já fínt Já, sæll, já, fínt, 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 já, sæll, fínt. Þetta er svo vandrarlegt. Vít allir á gríninu. Þetta er ógæðslega leðilegum. Þetta er vant, maður. Ég vorkinni, Pétur. Þetta var ánægða besta hugmynd sem þú fengið frá í kynntisleik. Herru, jæja, upp í vinnu með, við erum á að keppa í karaoke. Hvað segir þið? Já. Bruna upp í vinnu, við erum á að keppa í karaoke. Heyrðu, fyrst ég er komin út og svona, má ég ekki bara fara heim? Heyrðu! Það er hangið fyrir horni. Það er hangið fyrir horni, maður. Já. Það eru 2 graðir hérna, sko. Ég veit að þetta var óþægilegt fyrir þig, Pétur, en ég hefði gaman að þessu. Ég skal lofa þér að það var einhverju hlustendur sem hefði gaman að þessu. Ég vil á ég eftir að hefna mín, maður. Herðu, gott upp í vinnu. Já, ekki það. Séð smá. Þetta var óþægilegt fyrir Pétur. Ég hefði alltaf mjög gaman að þessu og við skulum fá uppgulegt kósí lag. Þetta er spilað einhverjum einasta þætti á mig núna því að mér finnst þetta bara viðbjóðslega flott lag. Warrior, Outlandis. What are we to do? Universal kynnir spennumyndina The Bourne Legacy. Jason Bourne is in Manhattan, confirmed. Jeremy Renner. He's supposed to be dead. Edward Norton. What are you gonna do? I'm gonna finish what you started. The Bourne Legacy. Frumsýnd 7. september land allt í samstarfi við Dominos. Kæru Íslendingar, það er landsleikur á föstudaginn. Hvernig væri að hita upp á hamborgarafabrikunni fyrir leik og rölda svo yfir í Laugardal? Nú, eða koma á fabrikuna eftir leik og fagna sigri. Bókaðu borðið í síma 575755 eða á fabrikan@fabrikan.is. Hamborgarafabrikan. Finnur Matt King elskuga konuna sinnar? The Descendants í sjónvarpi Símans. 50% afsláttur af öllu leigðuefni í dag á mögnuðum miðvikudegi. Er þitt fyrirtæki að nýta getu sína til fulls? Capacent í samstarfi við Íslandsbanka, Eimskip, Icelandair og 365 miðla kynna stjórnendaviðburði ársins. Frá stefnu til árangurs. Ráðstefna í Hörpu þann 20. september. Piero Indeflander, einn eftirsóttasti fyrirlestari heims á sínu sviði, fjallar innleiðingu stefnumótunar og árangurstjórnun. Skráning er hafin á capacent.is. FM 95 Blö á FM 95. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaði. Trompaði daginn, fáðu tromp. Trompaði daginn segir þér að hlusta hér á FM 95 Blö og FM 957 og það vil svo skemmtilega til að Pétur Jón Sigfússon er mættur aftur í stúdíóið. Komin hér, já. Komin og var að láta mig heyra það. Þetta var bara svo ógeðslega óþægilegt, maður. Ég skil ekki hvernig þú nærði alltaf að svona gera það óþægilegt. Af því að það sem að mér fannst best, þegar þú varst að segja mér það væru allir starfsmennin vissalega, þetta væri bara eitthvað svona ömurlegur fíflaskapur og eitthvað. Þú bara allir starfsmennin, þið var á... Og þú svona eitthvað að reyna eitthvað svona, ég sagði... Og fólki sem var inn í stóðu, bara allir svona bara, þú veist, í sínu venjulega daglega amstri. Já. Það var bara, þetta er óþægilegt, þetta er bara, ég nenni ekki að gera meira svona. En það gerir þetta svo fallegt, af því að þér líður svo illa. Það var nú skemmtilegra í hvernig er stemmingin. Hvernig er stemmingin? Er það dagskrárliðið sem á að vera vikulega hjá okkur? Nú spyr ég. Ég sé það fyrir mér, já. Er það? Já. Og alltaf bara svona?
Sko, mér hefur alltaf fundist, sko, aðalega helgar, þá var alltaf bein útsending frá svona stöðum eins og, þú veist, Smáralind og Kringlunni. Já. Og beinar útsendingar, útvarpsstöðunar eru með þetta, já, við viljum að kíkja á, stilla á, skiptið yfir í beina útsendingu úr Smáralindinu og eitthvað, og þar einhver, já, ég í beina útsendingu. Já, Brynjar Már stattur kannski Smáralindinu eitthvað. Götumarkaður hérna, virkilega gaman og eitthvað. Já. Þannig að, þú veist, ég voru að, þú veist, af hverju ekki bara kíkja á stemninguna bara hvar sem Þú veist, kannski fyrir næst bara í Lágmúla. Já, ok. Eða Mjóddina, eða hvað sem En segi ekki, sko, til einhver Íslendingur? Kíkja bara á stemminguna. Ég veit það, en til einhver Íslendingur sem heitir Pétur Jóhann Sigfússon og Pétur Jóhann Sigfússon spyr hann, ekki stemming, þar segi allir já. Já, og þá það bara komið yfir. Já, ok. Þá kemst það, skilur, þú veist, þetta bara, þú veist, ég bara að reyna að kæta lundina maður, hvað vilt að ég? Nei, ok, ég ánægður með þetta. Questions? Nei, hvað þetta? Ég vil bara reyna svona aðtöga, þú veist, hvort það ekki stemmari og hvort það ekki allir on it, þú veist, vera vakandi. Ok, en værið þú til að hafa það sem vikulegan dagskulega að þú farið það sem tóku upp nætuvaktina sem Ólaður Ragnar alltaf? Já, nei. Vikulega, alltaf á mig ykkur. Það ekki til ég alltaf bara svona, hérna tóku upp þáttinn, nætuvaktina. Já, sætli á fínt. Síðan smátt og smátt fyrir fólk svona, þú veist, ef við höfum þetta alltaf á sama tíma. Já. Alltaf bara, við höfum þetta alltaf klukkan 4 á miðvikudum, nei, klukkan 5 eða hálf 6. Þú veist, þá smátt og smátt fyrir að koma svona fleira fólk svona til að fylgjast. Já, hitta þig og svona. Já, getur þú skemmtilegt. Sjá hvað þetta vandræðalegt. Já, riðjast alltaf inn að, já, sætli, og ræða það eitthvað. Já, það var í búning. En veistu hvað núna næst? Þú maður setja á eitt lag, og svo það karaoke-keppnin. Hvað þetta langt lag? Nú ertu bara að pissa eitthvað? Já, ég þarf að fara á klósetti, já. Þetta 4 mínútur, M&M, hann gefið 4 mínútur. Ég næði. Hlust að pissa, svo það karaoke. Með ykkur til 6 í dag og það komið að vikulegum dagskrálið sem heitir karaoke-keppnin. Og hún ekki flókin, við syngjum báðir í 2 mínútur. Svo ringið þið inn í 511-0957 og segja okkur, hvor söng betur. Fyrstur upp í 5 atkvæði vinnur. Núna var ég ekki á miðvikudaginn. Ég skipti við Björn Braga, hann var á miðvikudaginn og ég var á mánudaginn. Já, við tókum karaoke, ég og Bjössi. Og þú sigraðir? Ég vann það, 5-4. 5-4? Var þetta svona close? Það var spenna í þessu. Það var hörku spenna í þessu. Já, en við erum búin að hlusta núna á... Það hefur verið spenna í okkur síðast misserinn. Já, fór 5-4 bæðið síðast og þar síðast. Það mikil spenna í karaokeinu þessa dagana. Og við höfum bara sama háttinn á, þú byrjar, svo ég. Já, þú vilt ég byrja? Já, það bara fínt maður. Og lögin sem við höfum valið, sem hlustendur völdu og við völdum úr, eru sem sagt, ég ætla að syngja Because You Loved Me með Celine Dion. Ungu maður sem bað mig að syngja það fyrir sig. Eitthvað skrítið við það allt saman, en skiptir ekki máli. Ég held að þú getur farið vel með það. Já, og svo voru 2 sem að báðum I Want To Break Free, þar sem að Freddie Mercury hefði átt afmæli í dag, með hann á lífi. Já. Og þú ætlar að syngja I Want To Break Free. Ég ætla að reyna það. Það nú ekkert verið að ráðast á garðina sem hann lagstur. Nei, Celine Dion, það nú ágættu söngurna líka, þannig að það ekki eins og ég sé bara að leika mér eitthvað staðar í barnalöginni, sko. Það rétt hjá þér. Við erum báðir í djúpulöginni. Já, það hárrétt hjá þér. Það allavega, ég ætla að byrja þetta og það lagið Because You Loved Me, svona rólegt og cozy fyrir fólk á blautu miðvikudegi. Okay. For all those times you stood... Akkurat. Þetta lag ógeðslega, og djöfull, veistu það, ég held að barkinn ætlaði út úr þér á tímabili maður. Ég lifði minni þetta núna. Þú varst að taka þetta alvarlega. Já, ég fór bara að hugsa, ég söng til einhvers þarna bara. Já, heldur betur. Þá komið að Peter J, PJ Sick Fusion, stórsöngurinn Mikli. Hann ætlar að taka I Want To Break Free með Queen. Heyrðu. Það er að koma hérna fyrir. Já, en sko, þú veist... Ok, ég tilbúinn. Tilbúinn? Já, en texti á mér litast ekki, varst að segja það? Já, þú sér þetta alveg til. Þetta nokkuð basic, eða ekki? Já. Þetta Jóhann Sigfússon. Ígalegt maður. Þetta var bara ógeðslega flott hér. En svo kom, sólói byrjaði, ég komið með 2 mínútur, sko. Já, ég veit ekki það. Það var ekkert svindlandi í gangi. 2:23 eða eitthvað. Þannig að nú erum að gera hringi 511-0957. I want to break free. Fyrstur upp í 5 atkvæði vinnur þessa karaoke-keppni og ég ætla að opna fyrir síman. Og við fáum fyrsta hlustanda FM 95 Blöð, hver fær þitt atkvæði? Hver fær þitt atkvæði? Herru, Pétur. Pétur? Já! Þetta. Með það? Já. Jöfull er ég ánægður með þetta. Þú heyrðir auðvitaðsamt? Já, ég hlusta á allt. Þú heyrðir bara það? Já, ok, þannig að ég fæ þitt atkvæði og það er bara gott og gilt. Já. Já, ég get ekki sagt neitt við því. Hvað sagðir Auði? Ég get ekki sagt neitt við því. Þú getur ekki sagt við því. Takk fyrir að hringja. Takk fyrir þetta. Ok. 1 stig á kallinn. Það er 1-0 fyrir PJ. Hver fær þitt atkvæði?
Bara, Pétur. Herðu, hún var ákveða sig á staðunum. Bara Pétur, já, ég þekki þetta. Maður rugglast oft og svo dettur þetta allt í einu. Ég er ánægður með þið. Takk fyrir stíðið, maður. Takk fyrir ekkert. Gakkaði fyrir, ég gaf mig allan í þetta. Bye. Bye. Það var ekki búið ákvæða sig þarna, en hendi svo atkvæðin á þig. F9 hver fannst þitt atkvæðin? Utti. Utti. Hanna! Ég elska þér að falla að hvern maður rödd segja nafnilegt. Mikið við dyrka Pétur Jóhann, það er ekki alveg með þetta. Ég náði þess ekki. Sko. Þú sagði styrka en samt. Já, samt, já. Ég meina, þú veist, þetta er bara gott og gilt. Ég tek þetta bara gott og gilt. Já, auðvitað. Takk fyrir að ringja. Já, við saman. Ok, 2-1. Hún komir inn í þetta þarna, þessi unga dama. FM 95 Blö, hver var þitt atkvæðin? Þeir eru báðir æðislegir, en ég segi Utti. Ég veit maður þetta, maður. Það er að koma inn í þetta aftur þetta stelpunar. Stúlkunar eru svolítið að hjálpa þér. Takk aðeins. Hann er bara svo sætur. Já, hann er sjúklega sætur hann Utti, maður. Það er rögg. Hvað ertu, hei, býta þess, hvað er þú gömul? Hvað er þú gömul? Ég er 19. 19, já. Takk fyrir að ringja. Það er brandarættan sem Pétur getur sagt, ég veit ekki lust á hann. Takk fyrir að ringja. Bye. Ekki orð frá því, Pétur. 2-2, FM 95 Blö, hver var þitt atkvæðin? Mjög góður aldur, Utti, 19. Hanna, herðu, ég er með 3 í röðum. Þetta er allt konur. Býtu, hérna, halló. Já. Hvað er þú gömul? Ég er 39. Já, Utti er á lausu, vissur það? Já, feskir, allir feskir. Það var hann að hlæja. Hún hlóða þessu. En ætlar að láta Utti að fá þitt atkvæð? Ertu alveg búin að þau hugsa það og... Alveg pottið, þetta var frábært hjá honum. Þetta var vel gert, þetta var frábært. Ég er sammálaði. Heyrðu, ok. Takk innilega. Ok. Hvað ertu komin upp í þetta? Ég er komin í 3 og þú ert með 2. Nei! Já, ég er á þvílíku rólinn núna. Hver var þitt atkvæð? Halló. Sælir strákar. Sælir. Sæll félagi. Hvað segir kallinn? Kallinn er þokkalegur. Er það ekki hvert á atkvæðið að fara? Hugsaðu þið vel Herðu, veit ég að það er eiginlega þannig að ég fínu svona, ég veit að þessum tónlist, sko. Já. Það er auðvitað blönda sem fara að atkvæða núna, sko. Er ég ánægð með þig, maður? Herðu, er ég að fara að taka Pétur hérna? Það var ægast. 4-2, maður. Það er ekkert að horfa eina framistuð og segja bara hérna að þarna, skilur. Getur kann að syngja, Utti er ekkert jafn góður, sko. Já. Ég valdi ekki rétt lag. Þetta var ekki nú, þetta lag hendaði mér ekki. Nei, kannski ekki, en mér var svo yfir hafa þannig innlifun og virkilega gafst í þetta í dag. Ég er ánægð með þig. Ég þakka fyrir að hafa heyrt það. Ég heyrði það líka, ég sá það fyrir að ringja. Ekki máli, bæ. Ok, herru, ég er með 4 röð, þú komst í 2-0, það er 4-2. Please, verður þetta. FM 95 Blö, hver fær þitt atkvæði? Ég segi Utti. Já, það er komin sigur í hús. Hvað heitir þú? Ég heiti Tinna. Hvað segirðu, hvað heitir þau? Ég heiti Tinna. Tinna, takk æðislega fyrir að ringja, Tinna. Tinna. Og tryggja mig sigur. Tinna. Já. Hvað er það? Ekkert. Ekki máli, Tinna. Tinna, ekki hlusta Pétur, hann er bara tapsar. Takk fyrir. Heyrðu, 5-2. 5-2. Ég varst tekinn illa þarna. Ég hef aldrei tapað svona stort fyrir þér. Viltu taka gamla góða, hvað hinn er það sagt? Já, það er svo. Ég geði 2 þannig. Hvernig hefur þú kostið? Ég segi Tómas. Tómas? Nei, Pétur. Já, ok. Tómas, Pétur, maður rugglast alltaf á þessu, ok? Hvernig hefur þú kostið? Pétur. Já. Hanna, takk aðeinslega. 5-2. Hvað eru margar línur sem hún getur valið hérna inn? Hvernig virkar þetta? 52 Pétur. Nei, Pétur. Og veistu hvað winning er fyrir mér? Já. Það er my fuel. Það er my fuel. En þú ert þá komin, þú veist, ég er búinn að sigra karaoke-keppnina örugglega oftar en þú, ennþá. Ég er komið vel inn í þetta núna. Ég ætla að fagna þessu með þessu lagi, þetta er flott lag, Feel the Love. Ég veit ekki, kannski er ég bara svona góð að skapa þetta út af karaokeinu. Já, ég held að karaoke sé að lita þig. Það var eitthvað við þetta. Ég ætla að dansa allan tíma, menn þetta var ekki. Það er svo margt búið að gleðja þig hérna í dag, þú veist. Ég til dæmis, þú veist, hvernig er stemmingin dagskrárliðurinn og hann á bensínstöðinni dagskrárliðurinn og svo sigraður karaokeið. Já, þetta er góða miðvikudagur. Þetta er góða miðvikudagur fyrir þig. Já, og þig.
Akkurru? Af því að það var mikil stemming hjá þér í dagskrálinu, hvernig er stemmingin? Já, svo leið mér illa á bensinstöðinni, leið illa í karaokeinu. Já. En það er herru, veistu hvað ég geti huggað? Veistu hvað, nei, mér er bara alveg sama. Ef þú ferð á uppistand í kvöld, ég ætla að segja frá, það er uppistand á Gullöldinni í kvöld og er þetta fyrsta kvöldið, þetta er bæði núna þennan miðvikudag og næsta miðvikudag og verður núna alltaf fyrstu 2 miðvikudaginn í hverju mánuði. Já. Og það eru topp uppstandar að fara að koma þarna fram, til dæmis í september verða Björk Jakobs, Ari Eldjárn, Beggi Blindi, Þórhallur Þórhals, Daniel Geir Moritz og fleiri. Já. Og fyrsta kvöldið er í kvöld og ég veit til dæmis að Björk Jakobs og Beggi Blindi og fleiri verða með uppistand. Hvar er Gullöldin? Hún er upp í Grái. Hún er í Grái? Já, rétt hjá Frostafoldinu, það sem að Múta býr. Þannig að þetta er svona... Þetta er bara svona ekta kósi á miðvikudegi, kíkja hann upp eittir og hlæja hans. Já, mér líst vel á þetta. Klukkan hvað byrjar þetta? Herru, ég er reyndar ekki með tíman og ég held að þetta byrja 8. Þannig að maður er góður að vera mættur 7. Já, fínt held ég að vera mættur 8 og ég held að uppstandi byrja svo 8:30. Þannig að þið sem hafið... Já, þeir sem ekki búin að plana kvöldið, að kíkja á Gullöldinni í kvöld og sjá smá stand-up. Ert þú búin að plana kvöldið? Já. Miðvikudagskvöld? Já, ég er búin að plana aðeins kvöldið. Já. Ég ætla að kíkja, skal ég segja, hérna í bíó. Þetta byrja 10, fyrir ekki. Þetta byrja 10? Já, ég var að sjá hérna núna. Já. Þannig að maður er góður að mæta svona 8. Já, svona 9 kannski. Mættu 9, 1 kaldan og... En maður ætlar að fá gott sæti, þetta 8. Já. Svo byrjar uppstandi 10. Panta sig kannski 1 kaldan maður. Já, miðvikudagur. Já. Skur ekki. Já, minnst þú láta. Gott mál. Þú ætlar að fara bíó, hvaða mynd? Ég ætla að fara að sjá Frost. Já, alveg rétt, það er forsýning. Já. Eða frumsýning í kvöld og kíkja á hana. En við ætlum að fara í örstuð skilabóð núna og svo ætlum við að enda þetta á læginu á leiðinni heim, þannig að ekki missa því. Trúle uppistandsserían á Gullöldinni miðvikudagskvöld. Framkoma Beggi Blindi, Björk Jakobs og fyndnasti maður Íslands Daniel Geir Moritz. Frítt inn og tilboð á barnum. Bátur mánaðarins á Nonnabitta er skinkubátur á 990 krónur. Nonnabitti, best fyrir svanga. Svo er klukkan bara að verða 6 og það þýr að vaktin okkar að ljúka, Pétur. Já, það er bara komið að því, eða ekki? Jó, þetta er búin að fljóta líða, enda búin að þéttu þáttur í okkur í dag, maður. Já, heldur betur, ekki dauð sekúnda. Nei, sveik mér þá, ekki dauð sekúnda, maður. Við vorum að bölva í símtölum, Tong var á sínum stað, karaoke-keppnin, nýr dagskráliður og já, ég veit ekki hvað og hvað. Já. Þetta er rosalega. Svona átt að vera? Já, nú ætla maður bara að fara að henda sér út í rigninguna og keyra heim. Og já, það er bara komið að læginu á leiðinni heim, en áður við fáum það, þá ætla ég að þakka kærlega fyrir hlustunina í dag. Við Hjöppi K verðum mættir hérna á morgun klukkan 4 á sama tíma. Yngvi Eysteins tekur vaktina hér strax á eftir okkur Pétri. Þannig að takk vel á móti honum. Pétur, takk fyrir daginn. Sömuleiðis bara, takk fyrir mig. Það er gaman að vera með þér. Það er virkilega gaman að koma hérna, maður fær kaffi bara og afslappa og þægilegt umhverfi hér. Já, ég segi bara að þið gengur betur næst í karaokeinu. Þú söngst vel. Já, bara, ég ættir að, þetta, nú þarf að fara að spýta í lóðana. Ég er á sem að sko, ég kem með nýja taktík. Næst, já, ég líka. Ég ætla að nálgast þetta verkefni að mikið alvöru. Ég hef verið að nálgast þetta í fíflagangi. Já. Nú ætla ég að taka sko alvöru fram yfir fíflagangin en með dassa fíflagangi. Það er gott þér, því að, já, nú er ég all in. Kemur ekkert óvart, ég myndi kannski fara í söngtíma fyrir næstu keppni. Já. Svo mikil er alvaran hjá mér í þessu núna. Mamma þín í söngtími. Já, mamma þín er æðislega. Ég ætla að ég gata það ekki. Mamma þín er svo góð. En hvaða lag fáum við að heyra á leiðinni heim? En ég menna, hvað með fólki sem er ekki á leiðinni heim? Já, það, þú veist, þetta heitir bara það. Þó þú sést heima þegar núna bara í kósi að læra. Þá er samt gott að hlusta lagi á leiðinni heim. En ef það er einhver sem að fer heim 8-lítið, er eitthvað lag fyrir hann eða? Þá bara hugsaður hann út í þetta lag. Já, og eða bara hringir í Yngvi Eysteins. Já. Yngvi Eysteins græða það. Lætur hann græða. Lagið á leiðinni heim í dag heitir Chasing Cars og er með hljómsveitinni Snow Patrol. Virkilega góð hljómsveit þarna á ferð. Þú ert búinn að spila þetta á leiðinni? Nei, ég spilaði Run einu sinni, ég hef aldrei spilað þetta lag. Ég er að mista röddina eftir karaoke. Já, en það gafst þau allan í þetta. Barkakíli var komið hérna bara á borðið. Heyrðu, hann er byrjað að syngja, við meðum ekki tala. Nei, heyrast á morgun, kæru hlustendur. Kynir spennumyndina The Bourne Legacy. Jason Bourne, confirmed. Jeremy Renner. He's supposed to be dead. Edward Norton. What are you gonna do? I'm gonna finish what you started. The Bourne Legacy. Frumsýnd 7. september land allt í samstarfi við Dominos. Sólbaðstofan Smart. 3 staðir, 1 númer. 533 33 50. Í dag er magnaður miðvikudagur og þá er 50% afsláttur af öllu leigðu efni í sjónvarpi Símans. Smelltu á vottakan á fjastýringun og skoðaðu úrvalið. Yfir 5.000 titlar í boði. Magnaðir miðvikudagar með Símanum. Kæru Íslendingar, það er landsleikur á föstudaginn.
Hvernig væri að hita upp á hamborgarafabrikunni fyrir leik og rölda svo yfir í Laugardal? Nú, eða koma á fabrikuna eftir leik og fagna sigri. Bókaðu borð í síma 575775 eða á fabrikan@fabrikan.is. Hamborgarafabrikan. Næsta laugardag heldur Toyota sína stærstu sýningu til þessa í nýjum og glæsilegum höfuðstöðum í Kauptúni 6 Garðabæ, þar sem öll þjónusta Toyota nú undir sama þaki. Nýr Prius Plug-in verður frumsýndur auk þess sem Prius Plus, Auris Hybrid, Yaris Hybrid, Land Cruiser 150 og GT86 verði í aðalhlutverki. Töframaðurinn Einar Mikael heldur glæsilega sýningu klukkan 15, þar með talið magnað atriði sem aldrei hefur sést á Íslandi fyrr. Taktu fjölskylduna með og njóttu dagsins hjá Toyota næsta laugardag. Við tökum vel á móti þér. Toyota. Finnst þér tískuheimurinn heillandi? Elite leitar að þáttakendum í Elite Model Look keppnina. Ef þú hefur áhuga á fyrirsætustörfum og ert á aldrinum 14 til 22 ára og yfir 1,72 á hæð, kíktu þá í Smáralind á laugardaginn milli 11 og 3. Sjáumst, Smáralind og Elite á Ísland. FM 95